Ali, velkomin. Já, takk hér. Herru, þetta var, slæmt tap. Hvernig svona fannst þér leikinn? Þetta var náttúrulega vonbrigði sko, maður bjóst við hörkuleik en augljóslega var það ekki niðurstaðan og fyrirfram þá bjóst maður við að þetta væri kannski svipulið á pappírnum. Þrátt fyrir að IBF séu að koma upp þá eru búin að styrka sig gífurlega og eru með bara mjög flotta mannskap. Það er fá náttúrulega hann að drauma í byrjun og sem gefur svolítið tóninn og þannig að, já, komu mjög ákveðnar og voru undannastu alla volta. Það bara skiptir heilmiklu þegar tvö svipulið eru að berjast. Og hvað er svona, hvað klikkaði svona fannst þér svona hjá stelpunum? Það var kom fyrir að við sóttum á of fámönnum og bakverðin hefði oft mátt koma meira með í sóknuna en nummer 1, 2 og 3 þá var það bara baráttan og ákveðnin. IBF ætluðu að vinna en það vantaði eitthvað á okkar stelpum í dag. Eða svo frá, utan þannig leik, hvernig svona heldur að stelpunum eigi eftir að ganga í sumar? Þetta er svipað mannskapur og gerði mjög góða hluti í fyrra þannig að ef það rífa sig upp á raskatuna þá hef ég hörku trú að þeim sko. Stelpur, velkona. Herru, hvað heitið þið? Kannski við byrjum með því? Ásdís Jóna Björnsdóttir, Rannveig Atladóttir, Emilía Atladóttir, Ann-Lilja Valdimarsdóttir. Stelpur, þetta var 5-0 tap. Hvað svona fannst ykkur leikinn? Ég var ekki það góður. Hefði mátt gera betur. Já, og hvað haldið þið að hafi klikkað það? Bara svona spil eða ákveðni. Já. Hvernig svona haldið þið að stelpunum eigi eftir að ganga í sumar? Vel. Já, vel. Ok, frá